Stóra hringrásin er hluti af blóðrásarkerfinu. Ef ég teikna hérna kall, þá er hjartað einhvers staðar hér. Stóra hringrásin liggur frá hjartanu, dælir súrefnisríku blóði sem kemur til hjartans frá lungunum, það er litla hringrásin. Það dæla blóði til lungnanna og sækja súrefni. Þannig að blóði kemur súrefnisríkt, með miklu súrefni, til hjartans og dælist þaðan út allan líkamann, út til allra líffæra, út í alla útlimi. Og þetta er náttúrulega ekki ein hringrás, heldur í raun alveg ótal margar. En einu nafni köllum við þetta stóra hringrásina, því að blóði fer út í vöðvana, út í líffærin. Þar er súrefnið nýtt, koltvísýringur kemur tilbaka, þetta er það sem gerist í ferli sem við köllum bruni, og fer eftir slagæðunum til líkamans og svo bláæðunum tilbaka. Háræðarnar liggja svo hérna á milli, þar sem að súrefni fer yfir í líffærin og koltvísýringur tilbaka. Svo fer þetta aftur til hjartans, þá er stóru hringrásinni lokið og það fer aftur yfir í litlu til þess að skila koltvísýringnum til lungnan og sækja súrefni, kemur svo aftur til hjartans og þá byrjar stóra hringrásin aftur. Svona gerist þetta aftur og aftur og aftur.